Herðu, þá komið að 12. lið, skýrsla bæjarstjórnar. Gef bæjarstjóra Ásthildi Sturludóttur orðið. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Þetta nú heldur löng skýrsla í þetta sinni, þannig að ég bara bið ykkur að setja ykkur í stellingar. Nú, 1. október þá hitti ég Vilborgu Jóhannsdóttur og Ingu Vestmann sem eiga heiðurinn á dömulegum dekurdögum og mér langar að nota tækifæri til þess að þakka þeim sérstaklega fyrir sitt framlag við að skipuleggja þessa daga í októbermánuði með því og selja bleikar slaufur og klúta og allt sölu andvirði þeirra rennur til Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis og þetta árið söfnuðust rúmar 3 milljónir króna sem mjög glæsilegt. 1. október, þennan sama dag ég hitti stelpurnar, þá var veitt viðurkenning á öldrunarheimilum Akureyrar í alþjóðlegri hjólakeppni, þar sem eldri borgarar hjóla heim allan, nema að þau eru bara staðsett í Austurbyggðinni. Þetta algjör snilldarverkefni og var ákaflega gaman og með mér fór Guðmundur Baldvin Guðmundsson og áttu við góða stund með eldri borgurunum. Nú 3. til 4. október þá var fjármálaráðstefna sveitarfélaga Sunnanheiða og nýtti ég ferðina suður líka til þess að funda með fulltrúum félagsmálaráðuneytis öryggisvistunina sem starfrækt hér hjá okkur. Þann 7. október var mér boðið á fund með félagi kvenna í atvinnurekstri og það var frábært að heyra af kröftugum konum í viðskiptalífinu hérna á norðurhluta landsins. 8. október þá heimsóttum við Halla Björk, forseti bæjarstjórnar fyrirtæki Norrlandair og fengum kynningu og starfsemi þeirra og skoðum húsakynni og þetta var einstaklega skemmtilegt. Þennan sama dag þá hittum við Halla ungmenni í svokölluðu Youth Echo Forum sem skipulagt var á Northern Forum í samvinnu við starfsfólk Akureyrarstofu og félagsmiðstöðvana og voru flottir krakkar sem komu frá Japan og nokkrum sjálfstjórnarhéruðum í Rússlandi. Þann 9. október flutti ég ávarp á ráðstefnu í Hofi sem var hluti af Arctic Circle og var yfirskriftin From National Strategies to Shared Solutions, Best Practices for Sustainable Development in the Arctic og þar töluðu meðal annara Ane Lone Bagger, utanríkisráðherra frá Grænlandi og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, atvinnu- og nýsköpunarráðherra. Og 10. október þá var söguleg stund hér í Hofi þegar framfór Arctic Mayors en sá vettvangur var formlega staðfestur með undirritun samstarfsyfirlýsingar 9 bæjar- og borgarstjóra í 8 löndum á norðurslóðum og nú eru við orðin 13 sem skrifum undir þessa yfirlýsingu, stofnyfirlýsinguna en stefna Arctic Mayors meðal annars að verða áheyrnarfulltrúi í Norðurskautsráðinu. Þann 11. til 12. október þá var Arctic Circle í Reykjavík og ég tók þátt í pallborði málstofu málefni dreifbýlista á norðurslóðum, stjórnaði málstofu Arctic Mayors þar sem ferðaþjónusta á norðurslóðum var til umræðu, tók þátt í plenary session með Ethan Berkowitz, borgarstjóri í Anchorage í Alaska, átti fund með fulltrúum frá St. Petersburg og svo hittum við borgarstjórin í Múrmansk við Halla Björk og Hulda Sif, auk ýmissa annarra samskipta við fólk úr akademíu, menningu og listum, stjórnmálamenn og vísindasamfélaginu. 14. október þá kom Clay Coplin sem borgarstjóri í Cordova í Alaska, en við hittumst á Arctic Circle og hann vildi fá að koma hingað til þess að kynna sér orku umhverfismál. Nú að því að það var verið að ræða verkefni bæjarstjóra þá ágætt að segja frá því að hann stýrir líka norðurorku þeirra Cordova-búa, þannig ég ætti kannski að taka það að mér líka. En 14. október þá kom Dr. Alberto Colella sem ítalski sendiherrann á Íslandi með aðsetur í Oslo og í heimsókn og áttu við gott spjall sameiginleg málefni en ekki síst málefni norðurslóða. Þann 16. október heimsótti ég Stefán Sigurðsson, vistmann á hjúkrunarheimilinu Hlíð, en hann fagnaði 100 ára afmæli sínu
og var mikil veisla á öldrunarheimilunum og farið í honum blómvönd og áttu við góða stund þar sem hann sagði mér frá lífi sínu árum áður og starfsferlinum í verksmiðjunum hér á Gleráreyrum. Nú 22. október var boðið til afmælisveislu vegna 20 ára afmælisskrifstofu ISÍ á Akureyri og var framkvæmdastjórn ISÍ mætt hér öll þver og endilöng og áttu við góðan fund. 23. október þá var ég kennari í einum hagfræðitíma hjá 3. bekkingum í Menntaskólanum á Akureyri og sagði ég þar þeim frá hvaða skyldur sveitarfélög hafa og hvaða verkefnum við sinnum og í hvað fjármagnið notað og af verkefnum bæjarstjóra hverju sinni og þetta var óskaplega skemmtilegt. 25. október þá kom kínverski sendiherinn á Íslandi í heimsóm ásamt 2 starfsmennum sínum og með mér sátu þann fund Guðmundur Baldvin Guðmundsson og Andri Teitsson. 25. október áttu ég og Halla Björk og Gunnar Gíslason samtöl við nokkra Grímseyinga þeirra sýn á stöðuna í eyjunni og framtíðina en við erum þessa dagana að ræða við heimamenn Grímsey. Þann 28. október þá kom borgarstjórinn í Martin í Slóvakíu, Jan Danko og Susanna Kalmanova, aðstofamaður hans og Runólfur Oddsson, konsúll Slóvaka á Íslandi og þann fund sátu með mér Ingibjörg Ísaksen og Andri Teitsson. Það var meðal annars rætt samstarf í mennta- og menningarmálum og orku- og umhverfismálum en í háskólanum í Martin kennd læknisfræði og það eru mjög margir nemendur úr Menntaskólanum á Akureyri sem hafa þreytt inntökupróf við háskólanum í Martin og eru nú nokkrir tugir nema í háskólanámi við háskólanum í Martin og nemar sem koma hérðan frá Akureyri og við höfum nú þegar fengið boð frá Jan Danko að koma og heimsækja Martin og sjá hvað þeir eru að gera og heimsækja háskólan sem í mjög góðu samstarfi við menntaskólan hér. Þann 30. október þá heimsóttum við Halla Björk Reynisdóttir og Gunnar Gíslason Grímsey og héldum áfram okkar fundum. Kvöldið þá sótti ég aðalfund MAG og fagnaði mér björgunarsveitinni Súlum en þeir eiga þessar myndir 20 ára afmæli og það gaman að segja frá því að það var einstaklega góður fyrirlestur mistök og hvernig við getum lært af þeim á þessari afmælishátíð sem var mjög fjölmenn og virkilega skemmtilegt að sjá hvað glæsileg starfsemi hjá björgunarsveitinni. Nú, daginn eftir þá tók ég þátt í lokakvöldi dömulegra dekurdaga sem framfór á Icelandair hóteli og það verður nú sérstaklega að nefna mjög áhrifaríkar sögur eða frásagnir kvenna sem barist hafa við krabbamein á þessu kvöldi og aftur þakka ég Ingu og Vilborgu fyrir þeirra framlag til samfélagsins okkar því að það algjörlega ómetanlegt. Síðastliðinn föstudag þá bauð ég starfsfólkum sem koma að norðurslóðamálum sem starfa við norðurslóðastofnanirnar á borgum og við Háskólann á Akureyri í hádegismat til mín þar sem við ræddum þessi málefni og hvernig við ættum að nýta þann slagkraft sem hér til þess að auka sýnileika Akureyrar og hvernig við eigum að stilla saman strengi okkar í að þjónusta norðurslóðasamfélög og hvernig við eigum að koma fram sem einn maður á Arctic Circle á næsta ári og ég ætla að nýta tækifærið og nefna að við ætlum að skipuleggja kynnisferð fyrir okkur, fyrir mig og bæjarfulltrúa á borgir og þar sem við ætlum að kynna okkur starfsemi þessara stofnana nú fljótlega vilja bjóða í heimsókn. Nú eftir hátíðiseigisliðinn föstudag þá fékk ég mjög góðan gest þegar Valgarður Baldinsson fyrir bæjarritari heimsótti mig og við Dan Brynjarsson, sviðsstjóri fjársýslusviðs, tókum á móti honum og drukkum kaffi og hann rifjaði upp gamla daga
og hversu mikið Akureyrarbær hefur breyst frá þeim tíma hann hóf störf hjá Akureyrarbæ og þetta var alveg einstaklega skemmtileg heimsókn og gaman að fá eldri starfsmenn sem eru svona ernir eins og Valgarður og hvað hann gat sagt okkur frá mörgu og þetta var alveg dásamleg stund. Nú, þennan dag þá átti ég líka fund með fulltrúum stefnu sem að vinna fyrir Akureyrarbæ að þróun á Akureyrar-appi og svo í kjölfarið þá átti ég fund með Akranesi, Hafnarfirði, Reykjanesi og Kópavogi í fjarfundi stafrænt samstarf. Og þetta eru þau verkefni sem hafa verið unnin hér frá síðasta fundi, þannig að ég þakka fyrir mig. Það Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskrá tæmd. Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 17. október, bæjarráð 17., 24. og 31. október, fræðsluráð 9. og 23. október, skipulagsráð 30. október, stjórn Akureyrarstofu 10. og 24. október, umhverfis- og mannvirkjaráð 11. október, velferðarráð 16. október og þessar fundargerðir má nálgast á heimasíðu Akureyrarbæjar og þá segi ég fundi slitið. Hvað klukkan? 20:01.